Ok, þá erum við komin í hluta B og hérna eru þessar diffurreglur nokkrar fyrir því eftir að nota þessar diffurreglur mjög mikið. En til þess að rifja upp þá erum við með eitthvað fall F. Þetta falli sem tekið það diffrað. Þannig að það er diffrað og þá fæst afleiðan sem er F diffrað af X. Þetta er afleiðan. Ok. Og hérna er bara verið að gefa dæmi. Ef að fallið okkar er K, þar sem K er einhver tala, þá er F diffrað af X 0. Þannig að munið þetta, ef að fallið ykkar er bara tala, þá er F diffrað 0. Og þetta meikar sens af því að munið því að diffra felst í því að finna hallitölu. Þannig ef ég er með fall sem er svona, hérna er 1 og hérna er 2 og hérna er 3. Þessi hérna lína, hún væri þá F af X sama sem 2. Ok, hver er hallin á þessari línu? Það er 0, af því hún er nákvæmlega bara lárétt og lína sem er lárétt hefur engan halla, hún er bara 0. Þannig að ef ég myndi diffræta fall, F af X sama sem 2, ég myndi diffræta og þá myndi ég segja að F diffrað af X væri 0. Og þá er það bara komið. Þá er það frágengið. Eins ef ég er með línu sem er svona, ef þetta er F af X sama sem 2X, þá er þetta lína sem er með hallan 2. 1 til hliðar, ef ég er með svona línu, F af X sama sem 2X, þá er hallin 2. Það segir fyrir 1 til hliðar þá fyrir 2. Sem bara þýðir það, ef ég myndi diffra svona fall, þá myndi ég fá út 2. Það er eina af þessu reglum. En munið það, ef þið erum með svona fall, F af X sama sem 2X til dæmis, diffrita, þá fá það bara út 2. Ef þið erum með F af X sama sem bara eitthvað tala, þá er F diffrað af X sama sem 0, það er engin halli. En síðan eru þessar reglur ná yfir alls konar föll. Hérna er X, F af X sama sem X í ykkur veldi, eins og til dæmis X í þriðja veldi. Hérna er kvadraturinn af X, hérna er algildið X, ég held að samt að þetta sé ekkert notað í kaflanum, þetta er regla sem er gildir. Hérna er kós og sin. Og passa ykkur hérna í G, regla G. Hérna er reglan öðruvísi en hérna fyrir ofan. Hérna er X í veldinu A, og hérna er A í veldinu X. Þannig að þetta er til dæmis 7 í veldinu X, meðan þetta veri X í veldinu 7. Það er munur á það milli. Eina falli hérna sem er eins, hvort sem þegar þú diffrar það, er E í veldinu X. E í X-ta. Ef þú diffrar E í X-ta, þá færðu E í X-ta. Ok? Þannig að það er sýnidæmi hérna þar sem þessar reglur eru keyrðar áfram. Þannig að til dæmis hérna, ef við skoðum þessa reglu svona algengasta reglan. Ef F af X er X í veldinu A, þá er F diffrað af X A sinnum X í veldinu A mínus 1. Dæmi til dæmis, ef F af X er X í 16. Þá get ég sagt F diffrað er hvað? Skoðum þessa regluna frá hann. Allt í einu er A hérna
það að segja veldið komið fyrir framann. Og hérna veldið 16. Þannig ég get skrifað 16 hérna. Síðan kemur x-ið okkar. Og það í veldinu a-1. Það að segja veldið lækkar 1. Þannig að hérna það 16 og þá verður það 15. Og þá erum við búin að nýta okkur þessa reglu. Síðan önnur regla sem segir að ef að f af x sama sem a í x þá f diffrað af x ln af a sinnum a í x. Við tökum dæmi hérna. Segjum að f af x sé 7x og þá f diffr af x skoparegluna ln af a. A talan, það ekki veldið, það bara talan sem að vinna með, það sem 7 hérna. Þetta verður ln af 7 sinnum 7 í x. Þannig að hérna erum við bara að fara í töfluna hérna og bara átta okkur á því hvaða reglur eru að fara að nota og síðan bara hún notuð og þá setjum við í staðinn fyrir a-ið okkar að þá setjum við töluna sem í fallinu. Og þetta síndæmi 3,3 og þetta líka þá dæmi 3b1. Hérna til dæmis sjáu þið, hérna þetta f af x saman sem k. Því að hérna bara k einhver einstök tala. Hérna ætti f diffrað að vera 0. Og sem sjáu þessar reglur bara í listanum. Hafið þessar reglur fyrir framann ykkur. Það rosa fínt að opna bara 2 PDF-skjöl af kaflanum til að hafa á skjánum. Hafa dæmin fyrir framan sig í öðrum skjánum og reglunar þessar hérna. Skjánum, getur skipt skjánum upp til vinstri og hægri. Bara hugmynd. En herðu, síðan hérna önnur regla. Að nógu þessar reglum. Þessi regla segir að ef að f af x Þetta átti ekki að gerast. Ingriði augnablik. Ok, ég komin aftur. Látum ekki hérna símatöflokkur. Sem sagt, ef að f af x eitthvað k sinnum g af x, þar sem k eitthvað tala. Það að segja, þetta tala eitthvað tala sinnum eitthvað fall. Þá f diffrað, þá það bara þessi tala, sama tala, óbreytt, sinnum fallið diffrað. Þannig að sem dæmi, þá hérna eitthvað fall og þið sjáum að hérna tala sinnum eitthvað annað, sinnum eitthvað x-dót. Ok? Og sjáu að þetta hérna, það eins og þetta hérna. Hérna eitthvað tala k, 5 sinnum eitthvað fall g. Og það diffrað svona. Talan bara ennþá hérna, en síðan tökum við x-dótið okkar og diffrum það. Það að segja að hérna talan okkar, hún helst bara óbreytt. Hún hérna bara 5, þegar við diffrum þetta. Hérna þessi tala 5, en síðan verður til að diffra þetta hérna. Það verður þá þetta hérna, mínus sin í x. Mínus sin af x. Og það verður þá þetta hérna. Hérna aftur bara tala sinnum eitthvað x-dót. Ok, talan hún bara kemur þá bara hérna, hún helst, hún fer ekki neitt, en síðan tökum við x-dótið okkar og diffrum það. Þannig að við erum að diffra x í 7, þá kemur 7 fyrir framann, veldi lækkar 1. Síðan margföldu bara saman 5 og 7, þá fáum við 35. Aftur, hérna eitthvað tala sinnum eitthvað x-dót. Talan verður bara á
sinn stað og síðan hitt x-dótið, það tekið og diffrað og þá skrifum við það bara út frá þessari reglu okkar. Þá svarið komið. Þetta þá dæmið 3b2. Það alveg svo síndæmið. Þið sjáu þannig að þið að diffra hérna x í 9. og þristurinn mun bara fylgja með. Það var ekki þetta krakkar. Hérna 5, hún bara, þegar þið diffrið þetta, þá fylgir hún bara og síðan diffrið sín af x og svo framvegis.